Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Þetta eru hestavettlingarnir mínir sem ég að gera. Þeir eru með putta fyrir litla. Já. Svo kemur taumurinn á milli. Ég var alveg búin að ganga með þessa hugmynd í maganum í nokkur ár. Hvað væri gaman að geta komið einhverju svona á fót hérna, bara á þessum litla stað, til þess að fá fólk bara til þess að stoppa og til þess að aðeins að bara auðga fjölbreytnina á staðnum og þarna var náttúrulega fiskurinn farinn og lítið að vera og steinasafnið náttúrulega og þetta væri skemmtileg viðbót við það. Og svo 2009 var þetta veruleika. Hjónin Guðni og Jói eru ein þeirri sem stóðu að stofnun salthúsmarkaðarins á Stöðvarfirði, þó svo að fjölmargir aðrir hafi komið við sögu og nú telur hópurinn 40 manns. Tildrög nafnsins eru þau að fyrstu 6 sumrin var markaðurinn í gamla salthúsi staðarins en þetta 3. sumari sem var starfræktur í núverandi húsnæði. Á markaðin má finna fjölbreytt handverk heimafólks sem og brottfluttra stöðfirðinga. Undirbúningurinn fyrir sumarvertíðina stendur allt árið. Já, elskan mín, maður sest aldrei niður að vera með eitthvað í höndunum. Algjörlega, sko. Alveg sama á hvaða tíma það er rosalegt að ég reyni að sleppa jóladeginum og veit alltaf hvað ég á að gera í hendurnar á mér. Ég segi svona, nei, maður er ekkert á fullu en svona bara dunda sér. Við erum búin að fara 4 vetur til Kanaríeyja. Förum í febrúar og erum fram í mars og það er náttúrulega bara fullt af verkefni með, sko. Og þar sittum við og prjónum út á svölum og svona, en gerum nú eitthvað fleira samt þar. En þetta er með. Já, Guðni leggur aldrei frá sér prjónana. En Jói, hvað leggur hann til málana? Ég er að vesenast í beinum og hornum og svona skefta einhverja hluti. Það eru hrúshorn og kindahorn og lambhorn. Reindýraklaufur og leggir og þetta er heilmikið, ég bara, já og hrosshófar, mér vantar bara fleiri tími í sólarhringi stundum, sko. En þetta er voða mikil vinna við þessi bein, þannig að þrífa þetta og þurrka lengi og svona og bara ná sér í efni, það er bara tölvöld mál. Það er nú sem að tala hvernig óskopunum þetta sé hægt, eins og hann sé nú þarna inn verkvarakassa minn og eftir. Þetta eru svolítið litli hlutir en það er svolítið stóri fingur. En þetta reddast alltaf. Þetta eru hreindýraklaufur. Hérna næ ég lokkonum, sko. Og svo hjörtónu hérna. Og svo næ ég þessu líka í hálsmenn. Jói gefur Guðnýju ekkert eftir við prjónaskapinn. Ég er aðeins að prjóna. Já, svolítið. Hefur alltaf prjónað? Já, ég hef nú alltaf prjónað. En ekki mikið svona fyrir seinni ár. Ég kunni þetta svona. Það var alltaf eitthvað verið að prjóna og gera í höndum heima og þá leiddist maður inn í þetta. Það var ekki sjónvarpi. Ég fór að prjóna því að ég lenti í mörgum aðgerðum með bak og svona og þá fór frúin að tala hvort ég ætti ekki að bara prjóna og það var bara, ég fór að prjóna og það var setið við og þá fór ég að prjóna þessar vettlingar sem og þróaði þá alveg frá smábarna og upp í stóra, ekstra stóra. Og þetta er svona það sem maður hefur bara þróað sjálfur, þannig að ég segi nú alltaf ég ætla nú að fara að hætta þessu en meðan einhver vill þetta þá bara held ég áfram. Guðni og Jói vinna saman eins og vel smurð vel. Já, ég nú verið að prjóna þumla fyrir hana. Já, hann prjónar þumlan. Og endum. Já, hann er miklu klárarinn í því og miklu fljótari. Svo erum við með sameigir, við gerðum teppi, svona bara sem við erum með í húsbílum og svona kósí teppi og hann gekk frá endunum. Þannig að það er ýmislegt svona samvinnuverkefni. Þau segja að markaðurinn hafi farið stígandi undanfarin ár, þó svo þau finni vissulega fyrir styrkingu krónunar í ár. En hvað ætli sé vinsælast? Mjög mismunandi til dögum og líka eiginlega árum. Suma daga fer lítið af prjónesi, aðra daga fer það bara töluvert. Meira þá einhver önnur gjafavara. Já. Þetta er svo breytilegt. Já, mjög. Hvað hefur þessi vegferð gefið þeim og þá kannski ekki síður samfélaginu? Bæði hefur gefið okkur mikið
þeim sem að þessu standa og ég held samfélaginu líka. Ég trú ekki öðru, af því að það er ekkert svo rosalega mikið að vera hérna á þessu litla stað. Mér finnst þetta vera mjög, bara mikið lyftistöng yfir sumartímann að geta boðið upp á þetta. Það er náttúrulega bara ómetanlegt, sko, þegar menn hætta á vinnumarkaði að geta haft eitthvað sem maður hefur gaman af og geta þá tekið þátt í þessu. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.